Komið þið margblessuð og sæl og gleðilega hátíð. Þá árinu 2019 fæðingarári Kvikmyndafélags Borgarfjarðar senn að ljúka. En við tekum nýtt og spennandi ár. Við skulum nýta tækifærið við þessi áramót, lítið við farin veg og spyrja fólkið í bænum hvað stóð upp úr á árinu. Hver var skemmtilegasta ferðalag ársins? Það var fjölskylduferð til Akureyrar, sumar. Mjög fínt. Fórum sko námaskarð og Kröflu og fórum í sundlaugina. Það var bara klassískt, kjarnaskógur. Og já, það var eiginlega bara það sko. Þetta gerði mig ekki neitt en samt svo mikið. Það var svona svolítið hannig. Svo náttúrulega var ég í veiðileiksun í sumar í Vatnsleysinu og það var stórbrotið. Skemmtileg minning. Hvað var svona skemmtilegasta heimsóknin sem þú fórst í árinu? Það var til Japan. Heimsækja son minn. Og já, og skoða bara allt það endalst að skoða þar. Allt eitthvað nýtt, upplega eitthvað nýtt. Hver var skemmtilegasta ferð ársins? Það var Freyjukórsferðin til Alicante sem var í byrjun júní síðastliðið ár. Það var bara meiri háttarferð, góður matur, sól, eftirminnileg sigling þar sem maður hélt maður myndi drukkna, það var svo mikil undiralda. Við héldum að báturinn bara færi yfir og fórum upp í kastala og sungum í klaustri. Það var meiri háttar upplifun, algjörlega. Og nunnurnar voru lokaðar inn í búri og við sungum inn í kapallinu, þær voru í búri bak við grindur. Svo gáfu þær okkur svona ískaffi og safa og smákökur sem þær höfðu bakað og þær reiddu það fram í svona forstofu eða anddyri á klaustrinu á meðan að við vorum einhverstaðar annars staðar. Og svo borðuðum við þar og drukkum og svo réttum við þeim bakkana í gegnum lúgu. Þær komu aldrei nálægt okkur. Það var mjög sérkennileg upplifun og það bara voru vörur keyrðar til þeirra og komið inn einhverjar dyr og svo bara var garður inn í klaustrinu þá þar ræktuðu þær eitthvað og bara fyrir sig. Þetta var alveg meiri háttar upplifun. Það var svo tær hljómurinn í kapellinni. Það var alveg bara ógleymanlegt. Hvað var skemmtilegasti atburðurinn á árinu? Það var jólatónleikarnir í Hjálmakletti. Þú varst ánægður með þá? Já, þeir voru virkilega góðir. Þeir voru toppurinn. Það er gott að heyra, við skilum því til vin okkar í hljómlistarfélaginu að þér hafi líka vel við. Já, það máttu gera. Hvert var eftirminnilegasta ferðalag ársins? Þegar ég fór austur á Reyðarfjörð í heimsókn. Hvað var svona eftirminnilegt við það? Bara landið, sjá landið. Langt síðan ég hef séð það. Austfirðirnir fallegir? Já, en ekki eins fallegt og Borgarfjörður. Takk fyrir það og gleðilegt ár. Sömuleiðis. Hver var nú besta afmælisgjöf sem þú fékkst á árinu 2019? Heyrðu, það var bara frábærgjöf sem ég fékk. Ég fékk bara flugmiða til Tenerife. Ég á svona skemmtilega vinkonur sem vildu hafa mig með. Sérst til Tenerife. Ég var nefnilega búin að segja að ég gæti eiginlega ekki farið, en þá bara söfnaði saman liði og bara keypti handa við mig af því að ég hlýt að vera svona skemmtileg. Komu hlutunum þannig fyrir að þú bara kæmist? Já, algjörlega. Töluðum við vinnuveitandann og báðum frí og töluðum við manninn og bara græði þetta. Dásamlegt, þetta er jólaandinn. Takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis. Hvert var íþróttamót ársins? Unglingalandsmót á Höfn í Hornafirði. Mjög vel lukkað, bara virkilega flott hjá þeim. Gaman að koma á Hornafjörð. Hver eru eftirminnilegustu kaup ársins? Eftirminnilegustu kaupin eru klárlega hesturinn sem ég keypti mér núna í lok ársins. Grár keppnishestur. Hefur hann nafn eða? Já, hann heitir það sama á sonu minn sem er gott og slæmt. Hann heitir Baltasar. En við vonum að vera keppnishestur. Það er stefnan. Bestu kaupin, klárlega. Hver er hún eftirminnilegast og skemmtilegasta veisla sem þú fórst í árinu? Það var brúðkaupsveisla sonar míns og tengdóttur í Þýskalandi
Ég lengar ekki í Þýskalandi, ekki vafi. Fyrst, sko brúðkaupið var fyrst náttúrulega í Lübeck mánuð áður, svo var veislan í júlí og mjög eftirminnilegt fara 2 svar út til þeirra og bara virkilega skemmtilegt og mjög eftirminnilegt og ánægilegt. Hvert var svona afrek ársins 2019? Helst afrekið á mér á þessu ári það var að klára loksins, ekki loksins, það er búið að taka mig 3 ár, BA-nám í lögfræði og ég er að fara að útskrifast 1. febrúar 2020 þannig að já, ég held að það hefur verið afrek ársins að koma mér í gegnum þetta. Til hafa. Hvert var nú ferðalag ársins að þínum að því? Herru, það hlýtur að vera Bandaríkjaferðin. Skelltum okkur þangað á Flórida, Daytona, Turkey Run. Það var mikið stuð. Gaman að kíkja það. Það er miklu stærra heldur en allt hérna heima. Viltu segja mér, hver var uppáhalds teiknimyndi sem þú sást á árinu? Gatti 2. Og ég segi hvað maður sagði. Já. Gatti sagði. Hann sagði, mitt einn Katti Balkás. Minn. Það var komið að lokum. Við vonum að þið eigið öll góðar minningar að ylja ykkur við. Í það minnsta sendum við ykkur okkar ylhýrustu og kærleiksríkustu áramótakveðju. Við sjáumst á nýju ári og munið að fara varlega þegar þið leikið ykkur með flugelda. Verið þið sæl og gleðilegt ár.